Asus ZenBook fæst í hátækni. Ármúla 26. Láttu það flakka, dansaði í vindinum. Faðmaðu heiminn, elskaðu. Farðu alla leið, allt til enda, alla leið. Pepsi-deildin. Ástríða fyrir íslenskum. Sjöttu umferð Pepsi-deildar karla í knattspyrnu lauk í dag. 3 síðustu leikir þessar umferðar voru þar á dagskránni og það er óhætt að segja að það hafi verið spennandi hlutir að gerast borg og bí í raun og veru. Það voru skoruð 26 mörk í þessari umferð og það voru óhætt hlutir að gerast hér og þar. Ef við kíkjum á úrslit þessari umferðar þá byrjuðu Eyjamenn umferðin á því að vinna Stjörnuna út í Eyjum 4-1. Breiðablik hafði svo betur gegn Selfossi á Selfossi 2-0. Valsmenn rúluðu yfir Keflvíkinga 4-0. F-háingar settu ný viðmið á heimavelli sínum í dag þegar þeir unnu Fylkismenn 8-0. Grindavík og Skaginn gerðu jafntefli og sjóaranum Síkáta í Grindavík 2-2 og hér í Laugardalnum höfðu KR-ingar betur gegn Frömmurum með 2 mörkum gegn 1. Sérfræðingur okkar er engin aukvís í fæinu. Jón Sigurðsson, sjálfur 500 kallinn, fyrirtaks gítarleikari og knattspyrnuáhugamaður. Ef við kíkjum aðeins á þessa umferð er 26 mörk og það eru alls konar hlutir að gera allt eins og maður sagði. Já, þetta virðist hafa verið umferðin á óvæntu atburða. Það má eiginlega svona við sami segja. Og eiginlega sannast í kvöld, í dag á Laugardalsvellinum. En þetta byrjaði náttúrulega með pomp og prakt þegar Eyjamenn kafsildu Stjörnuna. Það komir verulega óvart. Stjarnan hefur verið þeir hafa verið þéttir og fá þessu 4 mörk komir svakalega óvart. Svo heldur markaregnin bara áfram í þessum 2 leikjum sem voru spilaðir sama kvöldið og Blikarnir stórauka og stórbæta markatöluna sína. Já, þeir verið þurfa konur í gang. Það kom reynda líka mikið óvart því að Selfyssingar allan á móti okkur voru svakalega þéttir og börðustu vel og hafa nú verið sterkari á heimavelli þannig að þetta kom verulega óvart. Valsigurinn á Keflvíkingunum, þeir skora 4 mörk eftir að hafa verið svona í við vorum ekkert að fara að halda ásátt í tilefni markaskorunar hjá þeim. Nei, alls ekki. En ég held að ef ég man rétt að þá misti nú Keflavík Gumma Steinars út af undir lok fyrri hálfleiks. Og ég bara held að Gummi sé bara þessu liði svona svakalega mikilvægur að þeir megi bara ekki við að missa hann út af. Það bara svona fer eiginlega bara ekki bara heilun og liðin heldur bara sjálfsögðu líka. Og ég vona þeirra vegna svo sé ekki en það lítur alltaf hann út. En frísklegt engu að síður þetta Keflavíkurlið og virðist alltaf að tróða sokk í alla spádóma. Já, þeir hafa komið mér óvart. Ég maður svo sem vissi ekki við hvað mátt búast. Ég þekki nú bara ekki nógu mikið af þessum strákum sem að koma upp hjá þeim. En mér finnst það bara virðingarvert þegar félög eru farin að spila bara eftir því sem hafa milli handana og ef þið þurfa að nota unga stráka þá gerið þið það bara. Mér finnst það flott framtak. Ef við kíkjum á úrslitin í dag, 8-0 í Krikanum. Hægt að telja þetta ég held bara ándjóks held ég að svona hluti gerist ekki í eftirlit lengur sko. Ég held að það væri bara ekki hægt að tapa svona stórt. Þannig að ég veit ekki alveg hvað hefur gerst þarna á Kaplakrika kveldi. Ég væntanlega hefur bara all liðið átt off-leik eða FH þá bara sprungið út. Því að FH getur svona fyrir mér þó að hefur nú að vinna þessa sigra þá mér finnst það virkað frekar þungir. Það hafa svona aðeins að vera að koma til í síðustu leikjum. En þeir verðist að sprungið út á þessum degi. En þeir hafa nú reyndar verið svolítið öflugri varnarlega í fyrstu leikjunum heldur mörg undanfarin ár sem að kannski skekkir svolítið okkar svona skynjun. Já, klálega. Þeir náttúrulega held ég fór ekki 2 eða 3 leikmenn úr öftustu línu frá síðasta ári. Þannig að það voru náttúrulega töluverðar breytingar og menn þurfa náttúrulega að byrja kannski á grunnunum sem er öflugur varnarleikur. Þannig að það má alveg sannig segja að Heimir hafi kannski brugðist rétt við þessum breytingum sem átt sér stað á milli ára og það virðist að skila sér. Og nú er náttúrulega varnarleikurinn þéttur og þá fyrir liðið að færa sér framar og þora að gera eitthvað og það aldrei skerist í dag. Hvort eigum við að líta á þetta sem stóran sigur F-háinga eða stórt tap Fylkismanna? Ég ætla ekki að taka neitt af F-háingum þannig að við skulum bara kalla þetta stóran sigur F-háinga. Ég held að þeir eigi það alveg skilið. Jafntefli í Grindavík, þar sem að Skagamenn voru í heimsókn og Grindvíkingarnir yfir alveg fram í blá lokinu og virtist sem að Gaui ætla að skemma
halda upp á sjóara síkátu og skemma fyrir heimasveinunum. Já, gamla liðinu. Já, það virðist nú bara vera þannig með Grindavík. Þeir eru bara svona stemningslið og þegar eitthvað er að gerast í bænum að þá virðist liðið bara spila eftir því. Það er bara spurning hvort að Grindavík eigi bara ekki hafa hátíð hver einustu helgi og spila vel allar helgar en mér finnst þetta Grindavík lið ekkert svo allslæmt. Þeir hafa svo sem verið að missa mikið inn á mörkum. En þeir eru svo sem það er pótefni lífs og ef einhver kann þessi fræði þá er það Gaui Þórðar. Sérstaklega þegar hann mætir liði niður í Skagamann þar sem hann þekkir nú Þór Þórðarsson inn og út. Þannig að það kemur svo sem ekkert óvart að Grindvíkingar hafa náð stigum á móti Skaganum því að svo kemur ekki alltaf að því að Skaginn tapi stigi eða stigum. Já. Nú eru komið 2 jafntefli í röð hjá Skagamönnum og maður heyrði það nú bara strax í 2. og 3. umferð. Það voru einhverjir spekingar að spá því að það færi nú að fjara undan þessu. Er það að fara að gerast heldur? Nei, þetta lítur bara þannig út að deildin er bara svaklega upp. Þú sér að Valur vinnur í, voru ekki að spila í gær og þau eru bara konur upp í 4. sæti, voru í 9. sæti. Þannig að það þarf svo lítið að gerast. Ef við höfum unnið KR í dag, þá erum við konur í 1 stigi og eftir þeim, upp í 4. og 5. Þannig að þetta er bara þannig deild, það virðist allir ekki unnið alla. Þetta er bara spurning um form og kannski pínlítið heppni líka. Það var fínn inngangur einmitt á leikinn hérna í Laugardalnum, Fram KR. Þetta var nú að mörgu leyti svolítið sérstakur leikur þar sem að sem hlutlausum aðila hefði manni nú þótt að þið átt að fá eitthvað út úr þessu. Já, þetta hefur nú held ég bara verið raunin hjá Fram og KR undanfarin ára. Við höfum oftast verið betri aðilinn í svona 70% af leiknum en fáum svo alltaf á okkur mark og þá virðist þetta einhvern veginn fjara út og við fengum okkur mark núna þegar KR-ingan hefur svo sem eiginlega ekkert verið að gera í allan leikinn. Og markið er nú eiginlega svona, ég vil meina ódýrara gerðin, þetta er alltaf bara sendir sig ekki fyrir inn og lendir í varnarmenn og fellur fyrir fætur, þetta er svona tilviljunarkennt en þeir eru að fá þessi færi og klára þau á meðan við erum ekki að klára okkar og það er svona pínlítið að verða okkur að falla, að nýta ekki þessi færi, hálffæri, hvað sem við kallaði þetta. Þannig að við þurfum aðeins að skoða hvað við getum gert þar og fara að klára þetta. En jöfnunarmarkið náttúrulega kemur bara út frá bara flottum karakter, menn hætti ekkert að gefast upp og lufsast og bíða eftir því að dómarinn flauti til leiksloka. Nei, ég held að það sé nú stóri munurinn, menn er alltaf að tala um að liðið sé svo mikið betur heldur en í fyrra en að mörgu leyti er þetta náttúrulega sami grunnur og í fyrra, nema náttúrulega útlendingar er náttúrulega með allan tíman. En ég held að það sé kannski munurinn á liðinu í ár og í fyrra er að strákarnir eru að berjast alveg frá fyrstu mínútu. Í fyrra oft þegar leiðu fengum mark á sig þá gáðust þau bara upp. En núna eru menn alltaf að berjast og hafa trú að þið geti klárað þetta og það hlýtur að fara að falla. Ég trúi ekki öðru. Sko, gefur þetta rétt að mynda á gangi mála? 6 leikir, 2 sigrar, 4 tapleikir, vissulega vandræðagangur í markaskorun en það er bara margt ljómandi gott í gangi í framliðinu. Jú, klárlega. Þetta er alltaf eina af þessum ástæðum fyrir því að maður er svona pínu efins þegar liða á svona uggandi undirbúningstímabil eins og við áttum að þá er alltaf hægt að menn komi kannski svona pínlítið værikjör inn í mótið og það er kannski verður mönnum að falli en ég held að sko ef maður horfum á sko leikinn sem við erum að spila mér fannst við hefðum átt að klára Val markið kom eiginlega upp úr engu kannski kærleik sátt við okkur F-leikurinn þá áttu við góðan hálfleik F áttu góðan hálfleik en þeir náttúrulega klára sín færi sem við gerum ekki Grindavíkurleikurinn, þar náðu að bjarga okkur hótt með góðan seinni hálfleik. Selfossleikurinn er sérlega eini leikurinn sem ég finnst svona sem við höfum bara tapað eiginlega á sannfærandi máta. Þannig að eins hérna í kvöld eða hérna í dag að ég hugsa að jafntefli hefði alveg verið sanngjarnt. Jafnvel sko ef eitthvað lið hefði þurft að sigra það fannst mér við svona ívið betri en mér svo leikurinn verið bara þessi eðlis, það var ekki mikið færi og svona þannig að ég hugsa að jafntefli hefði kannski verið sanngjarnast. Hvernig líst þér á KR-liðið? KR-liðið er seikt, þetta minnir mig kannski á United svona það sem að svona nýluru vetri að þeir eru svona klára þetta. Þeir hafa reyndar verið þyngri heldur ég átt vona en þess með náttúrulega geta menn eins og Baldur og fleiri hafa svona verið að koma inn. Þetta er náttúrulega líki lúpur sem gerðu góða hluti í fyrra. Þannig að ég held að sé kannski aðeins að snetta dæmið en þeir verða klálega í topparötunni og þetta er náttúrulega liðið sem öll önnur lið þurfa að vinna til þess að ná titlinum. Þannig að þeir komu mér ekkert óvart. Maður átti ekkert vona að þeir kemur blússandi inn í mótið. Þeir eru meira svona kannski að vinna sín í móti eins og ég gerði í fyrra. Svipa kannski eins og FA-karnar er að gera. Þeir eru að ná þessum 1-0 sigrum, þeir eru að ná þessum sigrum í þessu leiki þar sem þeir eru ekkert endilega betra liðið. Og það eru náttúrulega bara, hvað maður að segja, innan gæsar að fá meistaraheppni. Og við þurfum að fara að heimfara þetta yfir okkur, þessa meistaraheppni. Sko það að fá gallarann framara til að hrósa KR-liðinu og tala vel það er svona eins og að teygja sig bara ofan í kokið til að sækja inniblið. Nei, alls ekki. Veistu það, ég á marga KR-vini og þó að Fram og KR hafi eldað grátt silfur saman í gegnum tíðina að þá ber maður alltaf ákveðna virðingu fyrir KR og sérstaklega eftir að Rúnar Kristi stók við því hann hefur bara einhvern veginn þann mann að geyma
að maður einhvern veginn sko, já maður gleymir öllu þessu gamla og þessu sem að var útgáfa í den tíðina því að hann einhvern veginn bara þannig típa að hann fær mann einhvern veginn til þess að bera virðingu fyrir sér og hann má alveg eiga það, hann búinn að gera góða hluti frá að tók við liðinu og það bara virðingarvert. Það ekki nema 6 umferðir búnar og kannski óréttlátt að leggja þetta svona fyrir þig. Ég skal sko, þú fær möguleika á að endurskoða þessa afstöðu síðan meir. Ertu farin að sjá meistaraefnin? Hverjir verða á toppnum í lokin? Nei, ég held ekki. Það var nú góður maður sem sagði við mig að fyrri umferðin væri eiginlega bara svona happ og glapp. Það sé að liðin væri að koma sér, bæði byrja að fóta sig á grassi og væri svona að koma sér í gírinn. Svo það svona eiginlega held ég svona upp að seinni umferð sem að sker úr hvaða lið verði þarna í klassi á toppnum og botnum. Því að ef maður horfir á þessa leiki bara í þessari deild í þessum fyrstu 6 umferðum þá held ég að mörg lið eigi mikið inni og önnur kannski í upphafi móts voru kannski að spila við getu og voru kannski aðeins að fjara út, þannig að ég held að sé aðeins svo snemmt. En klárlega setjum við fram í þennan pakka. Við hóum í þið aftur mitt sumar svona þegar þetta fer að skýrast betur þá skulum við sjá hverjar skoðunar og verður á þeim tíma. Ekkert mál, ég er búinn að natkana 3 fyrstu sætum. Takk fyrir þetta, gangi ykkur framar honum vel. Takk sömuleiðis. Og þá förum við að bara slá botninn í þetta í bili, rétt að minna á að það er umfjöllun og viðtöl og sitt hvað annað gúmmilaði úr Pepsi-deildinni inn á sport.is og við verðum svo aftur á ferðinni að sjálfsögðu í 7. umferðinni, það er nú nokkura daga hlé, 7. umferðinni spiluð 14. og 15. júní og við bara bíðum spenntir og sjáumst þá. Takk í bili. Láttu það flakka, dansaði í vindinum, faðmaðu heiminn, elskaðu. Farðu alla leið, allt til enda, alla leið. Pepsi-deildin. Ástríða fyrir íslenskum fótbolta.